Ja, rúnar 2-2 á móti Val á heimavelli, bara svona fyrstu viðbrögð eftir leik. Fínt stig, fínn leikur svona mestu leyti. Ég var ánægður með síðari hálfleikinn. Fyrri svona fannst mér var aðeins rólegt tempó hjá okkur. Vorum töluvert með boltann og Valsmenn enda líka, en ágætis leikur. Mér fannst vantaði meiri hraða í okkar leik, sérstaklega komst inn á síðasta þriðjung til að skapa færi og sköpum ekki nóg, og þegar við sköpum eitthvað þá var færanýtingin ekki nægilega góð, en seinni alveg góður, meiri hraði og fannst við kannski vera betri aðilinn í síðan. Þú segir þið voru svolítið að halda í boltann, það voru svona ákvarðanatökur á síðasta þriðjungi og svona hvað það sem svona þarf til að svona þessi herslumunur? Já, vantaði kannski eitthvað svona ákveð og góð hlaup inn í teginn, vantaði meiri hreyfing og lið og meiri ógn, og Valsmenn eru góðir að loka svæðum og verjast, þannig að við fundum eiginlega ekkert leiðir í gegn og eins og ég segi, það kannski fleiri menn til að hlaupa og stinga sér inn fyrir og opna svæði fyrir aðra, en þannig að við vorum dálítið flatir fannst mér. Var þetta svona eftir upplegginu, hvernig farið þið inn í leikinn? Já, ég held að við hefum farið mjög svipað inn í leikinn móti Val hingað til, og það hefur gengið svona misvel. Þeir hafa refsað okkur illilega í síðustu 2 leikjum undan þessum, en í dag þá náðum við að loka það, því að þó þeir hafa skorað fyrsta markið, ekkert ólíkt því sem þeir hafa skorað fyrir í sumar, þá héldum við áfram og náðum loksins að skora það og minnka munin og jafna og í tvígang. En ég hef viljað vinna, mér fannst við allavega svona með gang leiks og gang seinni hálfleiksins, þá fannst mér við líklegir ef eitthvað var. Þetta í annar leikurinn í röð þar sem þið svona lendu undir og eru pínu að elta að náið að jafna. Það hlýtur að vera frustrerandi að lenda alltaf svona undir. Já, en við þurfum að finna einhvern balans í þessu. Við erum fá okkur mörg þegar við erum að sækja og fá skyndsóknir eða eins og gegn Víking markaföstu leikatriði. Það súrt þegar leikurinn á jörðinni og inn á vellinum í jafnvægi, og þá virðist það vera þannig að við fáum alltaf fyrsta markið á okkur, og það náttúrulega bara við okkur sjálfa að eiga. Við þurfum að laga þessu hluti, við þurfum að skoða þá og verða svo bara flinkar í því að búa til betri færi og nýta okkar færi þegar þau bjóðast. Þannig að við verðum bara að líta í einn barn. Þetta eina stig gerir svo ekkert alltaf mikið fyrir ykkur í þessari Evrópubaráttu. Hvernig farið þið svona inn í restina af mótinu? Já, ég held að hún geri meira fyrir okkur kannski en þú heldur, en við erum taka stigi núna á móti Víking, stigi á móti Val, það gefur okkur sjálfstraust, það gefur okkur trú, og við vissum það fyrir móti að við þurftum og þessu úrslitakeppni, við þurfum að fara að vinna Stjörnuna, þurfum að vinna Breiðablik, við þurfum að vinna FH, en það 3 leikir eftir og við getum unnið alla og komið okkur inn í Evrópukeppni, og það bara markmið okkar núna. Þið farið bara klárir inn í næsta leik á móti Stjörnunni? Já, við förum brattir inn í það, við förum brattir inn í alla leiki, en við gerum grein fyrir því hver staðan og hvað við þurfum að gera, og það alveg saman með Stjörnuna, þeir þurfa líka, og eins og FH, þessi lið þurfa öll að reyna að ná í stigi áfram. Það eru 3 umferðir eftir í úrslitakeppni og 9 stig í boði, og þetta getur farið alla veg, þannig að við þurfum bara að hafa trú áfram.